heiti Reynir Berg Þorvaldsson og eigandi og starfsmaður og framkvæmdastjóri og forstjóri og markaðsstjóri í Reykjavík Record Shop sem nýjasta plötubúðin í Reykjavík. Hún cirka 1,5 árs núna þessar myndir. Ég var áður en ég opnaði plötubúðina að vinna í Bíó Paradís og í Lucky Records sem svona stærsta, kannski þekktasta plötubúðin í Reykjavík. Ég var rekstrarstjóri í Bíó Paradís og hafði rosalega gaman að því. Og það var svolítið þannig að því ég var að vinna í bíónu, þó að það væri gaman, þá hlakkaði ég alltaf ógeðslega mikið til sunnudaga. Það var svona, því að vinna í plötubúð, ég var útskrifuð oft fyrir konum, þetta var svona svolítið eins og að fara í laxveiði fyrir mig. Kallarnir svona þeir hlakka til þegar komast í laxveiði um helgina og ég hlakkaði alltaf til að fara að vinna á sunnudagum. Þetta var ógeðslega gaman. Og svo bara launin og bara plús. En þau komu náttúrulega aldrei, ég tók þetta alltaf út í plötum. Og það var bara, það var eitthvað svona sem heillaði mig, þetta var ógeðslega gaman að vinna í plötubúð líka. Og síðan ákveði ég þarna á einhverjum tímapunkti að mér langi að opna sjálfur plötubúð. Og fer svona spá í þessu og búinn að spá í þessu kannski svolítinn tíma. Bæði, þú veist, mér fannst margt ógeðslega frábært sem var að gera í Lucky og þess vegna kannski, ég hef alveg sagt að þú veist, sú búð svolítið fyrirmyndin, þú veist, af þessari, en svo náttúrulega líka alltaf einhverju hluti sem að þú hugsar, skilurðu, að þú myndir gera öðruvísi. Og þér finnst svona megi bæta. Þannig að mér langaði einhvern veginn að gera svona útgáfu Lucky sem var einhvern veginn betur bætt og maður einhvern veginn heldur auðvitað að maður geti gert vel sjálfur. Gatan grá renn í gær. Ég reyna að láta hugan reika. Dagurinn færist nær og nær. Ég labba af stað í vinnuna. Ég set á mig hettuna. Og ég hækki í tónlistinni. En tíminn líður allt of hægt og hver einasta mínúta. Ég var plötusafnari og plötusafnari, svolítið fíkill og var búinn að safna plötum frá svona cirka fermingu með hléum. Ég fór alveg smá í CD-in þegar hann kom út og aftur í plöturnar. Það var samt alltaf einhvern veginn í plötunum meira sko. Og var búinn að koma upp mjög fínu safni, ég var með cirka 2000 plötur heima hjá mér og þetta var svona solid safn. Ég var búinn að svona síðasta 1-2 árin á meðan ég safnaði þá stækkaði safnið ekki neitt. Ég var alltaf að kaupa plötur en ég var bara að kaupa betri útgáfur af plötunum, ég var að losa mig við drasl og þannig það var svolítið svona solid 2000 plötna safn. Og þegar ég ákveði að opna búðina þá hugsaði ég bara hvernig ég geti gert það. Ég var nú ekki með neina peninga á Tortóla eða neitt til þess að nota. Þannig að ég seldi, við vorum með 2 bíla við hjónin, þannig að ég seldi annan bílinn, Yarisinn okkar og fekk fyrir hann, ég man ekki hvað það var, 600.000 eitthvað svoleiðis sem ég átti í bílnum og ég notaði þá peninga til að kaupa peningakassa, keypti IKEA-hillur undir plöturnar, keypti timbur og smíðaði plöturekka, bílskúrnum heima að hafa. Og já, bara allt sem þurfti, korktöflur og plötuspilara og magnara og ég fekk ókeypis hátalara sem átti að henda, ég keypti magnara og spilaræk og hirðinum og ég tók gamla skrifborðið mitt heima og ég fekk gefins húsgögn úr dánarbúi og gerði þetta bara eins ódýrt og ég gat og mér tókst að nota hana 600.000 kallinn dugði til þess að bara búa til búðina. Svo tók ég þessar 2000 plötur og ég setti þær inn í búðina og ég opnaði hana. Svo bara byrjaði þetta að rúlla. Ég byrjaði að selja plötur og fekk smá pening og ég gæti keypt fleiri plötur og það var svolítið strembið í byrjun. Fyrsta árið erfitt en samt einhvern veginn
náðist alltaf og bara búið að vera svona eitt allsherjar ævintýri síðan og búin að vera hérna svona, hvað kallar maður, svona living the dream og hérna vinna við það sem ég langar að gera, einherra. Þannig að ég sá bara eitthvað svona tækifæri þarna til þess að hérna láta það drauminn rætast og hérna kýldi á það og sé ekkert eftir því. Gatan grár en í gær. Ég reyna að láta hugann reika. Dagurinn færist nær og nær. Ég labba af stað í vinnuna. Ég set á mig hettuna og ég hækki í tónlistinni. En tíminn líður allt of